Síðasti vetrardagur, miðvikudagurinn 21. apríl 1971 verður lengi í minnum hafður. Veður var fremur svalt en stillt og bjart þegar danska herskipið Vetteren kom færandi hendi með fyrstu handritin sem Íslendingar heimtu nú á ný eftir aldadvöl í dönskum söfnum. Það var búið að ganga á ýmsu áður en handritin komu heim. Margslungið málaþras í Danmörku það hvort afhendingin væri eigna upptaka, hvort danska ríkinu bæri að greiða Árnasafni skaðabætur og fleira í þeim dúr. En nú var það allt að baki því 18. mars úrskurðuðu 10 af 12 dómurum Hæstaréttar í Danmörku að skaðabótaskylda væri ekki fyrir hendi og tæpum 2 vikum síðar var skipst á fullgildingarskjölum til staðfestingar samningum afhendingu handritanna. Þá sagði danski forsætisráðherrann Baunsgaard: til þessa dags hef ég lengi hlakkað og forseti Íslands Dr. Kristján Eldjárn tók undir þau orði í ávarpi til þjóðarinnar og sagði hvað myndi þá okkur Íslendinga sem nú sjáum þessa heitustu ósk okkar rætast. Þegar Vetteren var lagstur að bryggju steg danska sendinefndin á land sem hingað færði handritin en hún hafði fyrr morguninn farið með íslensku varðskipi til móts við skipið. Gífurlegur mannfjöldi hafði safnast saman við Reykjavíkurhöfn og víðar í miðborginni, var giskað á að þarna hefðu verið 10 til 15.000 manns og mun það vart vera vanreiknað. Á bryggjunni var íslenska ríkisstjórnin og gestir hennar en af þessu tilefni var boðið hingað til lands ýmsum sem ötullega höfðu unnið að framgangi málsins. Þeir Jóhann Hafstein forsætisráðherra og danski utanríkisráðherrann Poul Hartling sem var formaður dönsku sendinefndarinnar fluttu báðir stuttar ræður þarna á hafnarbakkanum. I dag Flatøbogen og Codex Regius kommet hjem. Senere vil en del af Arne Magnussons gamle håndskrifter vende tilbage til Ísland. Danskir sjóliðar báru síðan handritin í land, Flateyjarbók og Konungsbók Eddukvæða sem afhent voru sem tákn þess sem síðar koma skal þegar nefnd danskra og íslenskra háskólamanna hefur fjallað hver handrit skuli hingað heim koma. Í fyrsta skipti átti sem næstu öll þjóðin nú kost á að fylgjast með sögulegum viðburði en sjónvarpið hafði mikinn viðbúnað og beina útsendingu frá athöfninni. Víðast hvar út landið í þéttbýli sást vart nokkur mannleg vera á ferli þessa stund milli klukkan 11 og 12. Þetta var söguleg stund. Íslenski lögregluþjónar tóku svo við handritunum sem síðan voru flutt í Háskólabíó þar sem formleg afhending skyldi fara fram síðar þennan sama dag. Í tilefni dagsins var gefið frí í skólum og barnahópar með danska og íslenska fána röðuðu sér upp við göturnar þar sem dönsku gestirnir fóru í miðbænum. Borgin var fánum skreytt og víðar var raunar flaggað til sjávar og sveita landið þennan dag. Dönsku gestirnir höfðu sérstaklega orð á því hve tilkomumikið hefði verið að sjá barnaskaran. Erik Eriksen, fyrrverandi forsætisráðherra Dana, sagði í viðtali við sjónvarpið: það snart mig mest að sjá öll þessi börn, ég held ég hafi aldrei séð annan eins barnaskara og varð á leið okkar í dag. Það var óumræðilega hjartnæmt. Og hér svo verið að koma með handritin að Háskólabíói þar sem lögreglumenn sátu svo yfir þeim þar til afhendingin fór fram. Síðdegis fóru svo gestirnir að streyma til afhendingarathafnarinnar í Háskólabíói. Dr. Sigurður Nordal og Jóhannes Nordal, Ásgeir Ásgeirsson, fyrrverandi forseti Íslands, Gunnar Thoroddsen og kona hans. Forsetahjónin, frú Halldóra Eldjárn og Dr. Kristján Eldjárn. Það var svo Helge Lassen, kennslumálaráðherra Dana, sem afhenti Dr. Gylfa Þór Gíslasyni, menntamálaráðherra, bækurnar. Vær så god,
ældre af dig. Dr. Gylfi Þ. Gíslason afhenti handritin síðan háskólarektor til varðveislu í Árnagarði, Handritastofnun Íslands. Konungsbók Eddukvæða. Afhending handritana var í raun og veru stór viðburður í samskiptum tveggja þjóða. Menn hafa mikið rætt drengskaparbragð Dana í þessu máli. Gylfi Þ. Gíslason, menntamálaráðherra þáverandi, hafði meiri afskipti af handritamálinu en nokkur annar maður. Gylfi, ég þarf líklega ekki að spyrja, en var þetta ekki óvenjulegu vináttuvottur sem Danir sýndi okkur með því að afhenda okkur þessar gersemar? Jú, sannarlega. Eitt af fyrstu verkum mínum í ríkisstjórn Hermanns Jónassonar 1956 var að fá heimilstjórnarinnar til þess að leita lausnar á handritamálinu. 3 árum áður hafði menntamálaráðherra Dana, Júlíus Bomholt, stungið upp á því að handritið yrðu flutt til Íslands en skoðuð sameign Íslendinga og Dana. Þessu hafnaði Alþingi og það sárnaði Júlíusi Bomholt og mörgum öðrum dönskum stjórnmálamönnum mjög. Samningaviðræðurnar urðu mjög vandasamar. Aðalsamningamaður Dana, menntamálaráðherrann Jörgen Jørgensen, var mjög velviljaður málstað Íslendinga en hann heyrði til litlum flokki radikali venstri. Niðurstaðan hlaut auðvitað að vera komin undir afstöðu stóru flokkarna, Jafnaðarmannaflokksins, Vinstriflokksins og Íhaldsflokksins. Ég held ég geri engum rangt til, þó ég segi, að í lokasamningunum hafði þáverandi forsætisráðherra Dana, jafnaðarmaðurinn Viggo Kampmann, úrslita áhrif. Hann sýndi þau sérstöku hyggindi að láta Júlíus Bomholt taka þátt í loka samningaviðræðunum. Gegn andstöðu hans hefði orðið mjög erfið aðstaða í jafnaðarmannaflokknum. En Viggo Kampmann tókst að sætta Júlíus Bomholt við lausnina sem vissulega bar vott stórkostlegan vinarhug og stórhug Dana í garð Íslendinga. Ég sannfærður að endurheimt handritana hefur haft og mun ávallt hafa ómetanlega þýðingu fyrir varðveislu alls þess sem íslenskt. Nú leikum við lag Gylfa Þ. Gíslasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Ég leitaði blárra blóma. Ég leitaði blárra blóma að binda þér dálítinn sveit, en forleit kom nóttin og frostið kalt á fegurstu blöðin heit. Og ég gat ei handsamað heldur á hljómar sem flögruðu mig, því það voru allt saman orðlausir draumar ástina, vorið og þig.
sumar að sunnan og syngur þér öllu ljóð sem ég hefði kosið að kveða þér eitt kvöldin sólbjört og það varpar á vefinn rósum og vakir við rúmið þitt og leggur hólátta hjarta þínu hvítasta blómið sitt. Ég veit að ég öfunda vorið sem vekur þig sérhvern dag og syngur þér kvæði og kveður þig með kossi hvert og get ég ei annað en glaðst þig hvern písl á vefinn skín og óskað að söngur ástir og rósir sé alla tíð saga Þegar Tómas Guðmundsson skáld varð 70 7. janúar 1971 lét Gylfi Þ. Gíslason sem þá var menntamálaráðherra svo ummælt Tómas að hann væri skáld fegurðarinnar í íslenskum bókmenntum. En hvað myndi þér segja við ungan mann sem kæmi til yðar og spurði á ég að yrkja? Ég myndi álita ungum maður sem kæmi til mín og færi að spyrja mig að þess að hann hlyti verið eitthvað mjög skrítinn. Ef ég þekki ungum menn rétt þá myndi þeim aldrei hugkvæmast að bera slíkt undir sér eldri menn. Þeir tækju ekkert mark á þeim og enda væri það í alla staði vita þýðingarlaust. Ef að ungum maður búinn að taka þessa skáldskaparbakteríu þá fer svo baktería sínu fram hvað sem hver segir. Nú, ef hún góðkynjuð þá losnar hann við hann og þá hættir hann yrkja líka af sjálfu sér. Matthías Jóhannesson skáld og ritstjóri var ungur maður þegar þeir Tómas hittust fyrst. Matthías kynntist Tómasi vel, einkum þegar bók þeirra svo hvað Tómas var til. Tómas var einu sinni spurður það, hann sagði mér það var einu sinni spurður einhver maður sem kom til hans og sagði hvernig stendur á því að þú ert að yrkja þessi kvæði, þú ert eiginlega að yrkja þessi kvæði og Tómas horfði á manninn og sagði því til þess að ég hafi eitthvað skemmtilegt að lesa þegar ég verð orðinn gamall. Þessi tegund af samræðulist var honum eiginleg og var ákaflega merkur og merkilegur þáttur í fari hans og lífi hans öllu og hafði mikil áhrif á mann. En hann var mjög djúpur maður og hann var mjög alvarlegur maður í raun og veru þrátt fyrir alla gamansemina. Sjálfur sagði hann og tók undir með Kristjáni Karlssyni að Stjörnur vorsins væri skemmtilegasta bókin hans. En það var svo margt á bak við þessa skemmtun og þessa gleði, þessa æsku. Hann tók nú svo mikið þátt í þessari gleði á skólaárun sínum. Hann sagði mér einhvern tímann að þeir hefði ekki allir vita hvort þeir hefði verið 2 ár í 3. bekk eða 3 ár í 2. bekk. Þeir komast nú kannski að því seinna. Svo gleypir tíminn gömul vinakynni og gamlan drykkjuskap og stefnumót. Því menn eru bara ungir einu sinni og ýmsir harla stutt í þokkabót. Á suðrænu sól og síðstegi, ég sá þig
Tómas var óskaplega hændur af þeim sem að voru minnimáttar. Hann hugsaði mikið þá, bæði dýr og fólk. Og þannig var hans hjartalag. Og Stubbur, þetta kvæði hundinn hans sem varð að svæfa og hann tók það óskaplega nærri sér. Hann var besti vinur hans, hann sagði mér að hann væri vitrasti vinur hans og þegar þeir töluðu saman og Tómas var komin að niðurstöðu þá lagði Stubbur niður skottið. Einu sinni þá var hann að lesa upp í Árnessingafélaginu, sagði Albert Kolbeinsson, mér læknir og þá hafði hann áhyggjur af Stubb því hann sagði að veri einn heima og ég svo hræddur að honum leiðist, sagði hann. Ég að hugsa að hringja til hans og þetta var hans afstaða. Ég held að kvæðið Stubb sem ákaflega líkt Tómasi og líka trú hans. Hann sagði nú að Stubbur hefði gert það sem að prestarnir hefði ekki getað gert. Hann hefði gert sig kristinn. En samt verið ekki gert ráð fyrir því í Biblíun að dýr lifðu eftir dauðan. En hann sagðist ekki trúa því. Það voru að vonast til þess að Stubbur minningakvæðið Stubb færi inn í sálmabókina. Og ég þeirrar skoðunar að það nú kannski eftir að fara þangað því að þetta passíusálmarnir dýrin. Tómas gaf mér kvæði kvæði sem átti að vera síðasta kvæðið í Heimtíð þín Ísland og hann sagði að sig hefði dreymt þetta kvæði tvisvar og þess vegna hefur hann ekki fundist að vera bara eftir hann. Hann dreymdi margt og hann hafði mikla trú á draumum. Hann dreymdi Jónas Hallgrímsson þrisvar held ég, fyrst hann var 9 ára. Og Jónas las einu sinni fyrir hann í draumi Sólseturskvæði. Það hefði verið dýrleg stund þegar Jónas las Sólseturskvæði fyrir Tómas Guðmundsson. Ég hefði viljað vera viðstaddur. En þetta kvæði sem átti að vera síðasta kvæðið í Heimtíð þín Ísland, hann var með síðuprófarkirnar og svo tekur hann það allt í einu út og segir ég ætla ekki að gefa þetta kvæði. Ég ætla ekki að hafa það hérna því að mér finnst það ekki að vera eftir mig einan og kvæðið. Ég skal lesa fyrir þig kvæðið hérna í lokin. Nú syngur hver lind, nú syndrar hvert strá
í sólbjörtu geislaflóði, æ heillandi morgun sem minnir oss á hve margur sá sem deyr frá ævinnar dýrasta ljóði. Þetta, mér finnst nú eiginlega að þeir hafi ort þetta saman, hann og Jónas. Í byrjun árs 1971 voru 50 breskir togarar að veiðum á Vestfjarðamiðum. Bann við tóbaksauglýsingum var samþykkt á Alþingi þetta ár. Þá spurði Steingrímur Hermannsson alþingismaður á að banna innflutning á 17.000 eintökum af erlendum tímaritum. Hann taldi vafasamt að skerða tekjur dagblaðana með þessum hætti. Karlsefni seldi í Bremerhaven í Vestur Þýskalandi og var jafnaðarverð fyrir aflan 37 krónur og 80 aurar fyrir hver kíló. Ingólfur Jónsson landbúnaðarráðherra lýsti yfir því í útvarpsumræðum að kaupmáttur launa hefðu aukist 15,6% á fáum mánuðum vegna verðstöðvunar og niðurgreiðslu á ýmsum nauðsynjum. Þarna sjáum við grilla í Kolbeinsey, útvörð landsins í norðri og einn af grunnlínupunktum landhelginnar. Það bar víst ekki margt til tíðinda þar þetta árið fremur en endranær, en þessi kvikmynd var tekin í ferð til Kolbeinseyjar í maímánuði með rannsóknarskipinu Bjarna Sæmundsinni. Tilgangur ferðarinnar var að komast nákvæmlega að því hvar Kolbeinsey eða með öðrum orðum að staðsetja eina rétt og nákvæmlega á sjókort. Kolbeinsey var staðsett 1933, en þá höfðu sjómenn kvartað að hún væri of vestarlega. Var hún þá færð 4,5 sjómílu í suðaustur. Eftir að farið var að sigla meira þarna í kring töldu sjómenn að eyjan hefði verið færð of langt og væri nú komin of austarlega. Og samkvæmt þeim mælingum sem framkvæmdar voru í þessari ferð verður Kolbeinsey væntanlega flutt 2,5 sjómílu og líkast til hættir hún þá rambinu Dumbshaf þegar hún endanlega komin á réttan stað á kortinu. Kolbeinseyjar fyrst getið í Hauksbók landnámu sem var rituð rétt eftir árið 1300. Guðbrandur Þorláksson, hólabiskup, á að hafa gert út leiðangur í eina 1616. Á síðari árum hafa nokkrar ferðir verið farnar þangað, meðal annars sú sem getið var í annálnum hér á undan. Kolbeinsey einn af mikilvægustu grunnlínupunktum Íslands og hafa menn af því verulegar áhyggjur að hún hverfi með tíð og tíma verði ekkert að gert. Nærri lætur að eyjan hafi lækkað úr 10 metrum árið 1860 í 5 metra 1986. Þá talið að eyjan hafi verið 300 metra löng árið 1903 en 1986 mældist hún 32 metrar á lengd. Ef Kolbeinsey hyrfi myndu Íslendingar glata geysistóru hafsvæði úr landhelgi sinni og þar með dýrmætum fiskimiðum. Við spurðum Hermann Guðjónsson, vita og hafnarmálastjóra, hvað stjórnvöld hefðu gert til þess að tryggja það að þessi verðmæti grunnlínupunktur brotnaði ekki niður og hyrfi. Fyrstu hugmyndirnar voru í þeim dúr að steypa hjúp yfir eyjuna úr steinsteyptan hjúp, en fljótlega áttuðu menn sig á því að þeir hefðu kannski ekki nógu góðar upplýsingar stærð og gerð eyjarinnar til þess að geta byggt alvarlegar tillögur á, og í framhald af því þá gerði Vitastofnun út leiðangur í ágúst 1985 þar sem var jarðfræðingur og verkfræðingur. Þeir skoðuðu eyjuna og tóku sýni. Helstu niðurstöður úr þeim leiðangri voru þær að jarðfræðingurinn taldi líkur benda til að undir eyjunni væri veikt lárétt lag sem væri veikasti hlekkurinn, þannig að ef við steyptum hjúp yfir eyjuna þá var það ekki víst að við næðum með verndana því að það geti brotnað undan og þá dyttu stór stykki utan úr henni. Síðan hafa menn verið að koma upp með hugmyndir þyrlupall og það má kannski reykja þær hugmyndir til þess að oft hefur verið spurt á Alþingi hvernig framvindu þessar tillögu eða hver hefur orðið framvinda þessa verkefnis, og það var síðast á Alþingi í vor, að mig minnir. Þá var fyrirspurn þetta og þá kom núverandi samgönguráðherra með þær hugmyndir að Steingrímur Sigfússon hvort ekki mætti koma þarna þyrlupalli. Eru nokkrar hugmyndir til það hversu lengi þetta sker myndi endast að óbreyttu ef ekkert verður gert? Í þessum, eða í skýrslunni sem þeir skiluðu af sér Kristján Sæmundsson jarðfræðingur og Sigurður Sigurðsson verkfræðingur eftir förin 85, þá leituðu þeir að því rök að ef með sama áframhaldi þá yrði eyjan líklega horfin svona miðja næstu öld. Heimsmet var slegið í Lundúnaborg að sögn AP fréttastofunnar þegar Íslendingar keyptu uppstoppaðan geirfugl úr dánarbúi dansks greifa.
var fuglinn sleginn Náttúrufræðistofnun Íslands fyrir 9.000 sterlingspund eða 1,9 milljónir íslenskra króna. Fé var safnað gjörvallt landið á vegum Kiwanis, Lions og Rotary klúbba og gekk söfnunin svo vel að nægilegt fé til kaupa á fuglinum safnaðist á fáeinum dögum. Sagt var að þetta væri að líkindum síðasti geirfuglinn sem fáanlegur yrði til kaups í heiminum, en seinna spurðist að fleiri fuglar og geirfuglsegg væru til sölu í verslun einni í Lundúnum. En hvað það, heim kom fuglinn. Það skapaðist heilmikil stemning söfnunina fyrir geirfuglinum. Menn sömdu og sendu inn ljóð í tilefni þessa og 8 ára drengur skrifaði eftirfarandi frá Laugavatni. Ég sendi þessa peninga mína svo hægt verið að kaupa geirfuglinn í safnið. Upp af þessa alls má svo líklega rekja til fréttar sem birtist í Morgunblaðinu í byrjun árs 1971, þess efnis að síðasti geirfuglinn yrði seldur á frjálsum markaði. Nú það kom nú óvart að það skildi almennt vera til okkur geirfugl, því að við höfum lesið það í sögunni, allir krakkar á þeim tíma sem ég var ungur, að geirfuglinn hefði dáið út á Íslandi og maður hélt að þetta væri svona bara sögulega minjar en engar minjar aðrar. Nú ég fór og hringdi sem blaðamaður þá á Vísi, fór og hringdi í nokkra aðila til þess að kanna hvort þetta ekki kaupa fuglinn. Þannig að ég hringdi í Seðlabankann og spurði Jóhannes Nordal hvort að hann myndi kaupa fuglinn og hann sagði mér að hann gæti ekki gert það því að það hefði verið svo gagnrýnt þegar Skarðsbók var keypt að hann myndi ekki kaupa fuglinn og svona svöruðu allir að þeir myndi ekki treysta til að kaupa þennan fugl. Það var nokkuð hátt verðlagður. Svo við settum bara söfnun í gang og ég hafði svona fálgöngu því á Vísi og fengum þarna góða menn í lið með okkur, fengum Lionsmenn og Kiwanismenn og Rotary-menn sem allir komu og skellugur og unnu mjög snöggt og hratt í þessu máli og á 4 dögum tókst okkur að samna fyrir fuglinum. Og svo heldur þið út til London, sigurvissi náttúrulega, var ekkert boðið á móti ykkur þetta? Og við vorum ekki sigurvissi, við vorum afskaplega nervusir, bæði ég og Finnur og ég man eftir Finni sem var afskaplega skemmtilegur elskulegur maður að hann var svo spenntur með hann uppbóðinu stóð að hann misti minnið, að hann fór í blackout og ég myndi ekkert hvað gerðist fyrir eftir á. En við vorum mjög spenntir og það voru afskaplega stóra sveiflur þarna uppbóðinu, það verðin hlupa á 1000 pundum. Nú ég og Finnur vissum það einir að við gátum farið miklu herra. Söfnunin var upp á 2 milljónir íslenskar krónur sem við höfum safnað. Geirfuglinn fór á minnum 1,9 milljónir sem var afskaplega mikil verð. Það var hægt að byggja einbýlishús á Íslandi þá fyrir það verð. En við höfðum bakgarantí sem enginn vissum. Við gátum farið upp í 4-fald af þessu upphæð. Þannig að þess að Seðlabankinn og Borgarsjóður, Reykjavíkur og fleiri aðilar, ég man ekki hverju það voru, þeir ætluðu að hjálpa okkur ef í harðbakka slægi. Er eitthvað annað, Valdimar, sem þú getur hugsað þér að safna svona fyrir aftur? Já, nefndu það, hvað vantar? Geirfuglinn vel geymdur innan veggja Náttúrufræðistofnunar Íslands, en þó menn á sínum tíma hefðu talið að þar færi sá síðasti, kom í ljós að fleiri höfðu geirfugla á sínum snærum sem þeir vildu selja, en fyrir drjúgan skilding. Það voru þarna nokkri sem kom í viðbót og það meðal annars barst hingað bréf nokkrum dögum eftir uppboðið það að þeir buðu safninu 2 fugla í viðbót. Þurftum við að borga svona mikið fyrir hann, hefðu við getað fengið hann ódýrar? Það voðalega erfitt að segja. Ég held að hann var þess fyllilega virði. Þetta mjög fallegu fugl. Hann er frá 1821, það alveg vitað. Kemur frá Eldey, þar sem að síðustu geirfuglarnir voru drepnir árið 1844. Ég held það, en annars ákaflega erfitt að meta svona. Húsfreyja veit ekki hvað ég heiti, Giltröð heiti ég. Húsfreyja veit ekki hvað ég heiti, Giltröð heiti ég. Gimme head with hair. Söngleikurinn Hárið þótti eitt athyglisverðasta leikhúsverk vetrarins. Verkinu sem leikfélag Kópavog sýndi í Glaumbæ var feiknavel tekið og uppselt á nær allar sýningar. Brynja Benediktsdóttir leikstýrði Hárinu og hvað var það sem höfðaði svo til fólksins í þessu verki 1971? Það var frelsisandi og það var svona visst frjálsræði. Þetta fjallaði stríð og frið og á vissan hátt eiturlyf.
og þetta var svona uppreisnar andi í verkinu og aðalega náttúrulega í baksýn var Víetnam.